Það eru nokkur atriði sem geta hjálpað okkur að greina betur þær aðstæður sem helst geta skapað hálku á vegi. Þar skiptir landslag og nánast umhverfi vegarins miklu máli. Fyrst má nefna að þegar himinninn heiðskýr í rökkri og á nóttu hættara við frosti. Yfirleitt kaldara á nóttunni þegar loftið er þurrt, en við þær aðstæður getur dögg og raki myndað ísingu á yfirborði vegarins. Meiri hætta á næturfrosti á sléttlendi en í halla og meiri í dældum en uppi á hæðum. Á nokkrum vegaköflum á landinu aðstæður þannig að töluvert meiri líkur á að lúmskálka myndist þar en annars staðar. Dæmi slíka staði þegar vegur liggur nærri árbökkum eða vatnsbökkum eða nærri fjöruborði. Þar sem svo háttar til meiri raki í lofti og sé frost getur ísing myndast staðbundið. Langidalur þar sem vegurinn liggur næst Blöndu dæmi þetta. Kúagerði á Reykjanesbraut dæmi stað þar sem vegurinn liggur nærri fjöruborði og sama má segja veginn Kollafjörð og eins geta brýr verið sérlega varasamar. Hætta á myndun hálku getur líka skapast þar sem staðbundið skjól við veginn, til dæmis af völdum skóga, kletta eða annars í landslaginu sem veitir skjól þar sem vegurinn liggur. Í velflestum bílum hitamælir sem gefur grófa hugmynd hitastig utan við bílinn. Það þó varasamt að treysta á slíkan mæli því það getur verið allt annar hiti niðri við jörðu en það sem mælirinn sýnir. Að lokum skal haft í huga að hiti lækkar því hærra sem farið og af þeim sökum algengt að frost sé á fjallvegum þótt hiti sé yfir frostmarki á láglendi.